Hérna allt sem við þurftum til að byrja með. Við fórum og tókum sýni bara á plöntunum sem voru frammi. Þetta fyrsta sýnið okkar og hitt hérna. Við mældum sýnin okkar og fyrsta sýni var 0,047 grömm og hitt var 0,054 grömm. Við vigtuðum Eppendorf-túburnar sem við fengum og fyrsta var 2,327 grömm og hitt var 2,312 grömm. Þegar sýnin og Eppendorf-túburnar voru mældar, þá gátum við sett sýnin ofan í túburnar. Hérna erum við að bæta við 500 mikrolítrum af Solution 71 við sýnin og hérna erum við að pípa þetta í annað sýnið. Það síðan fór á vortexin í 35 sekúndur og hérna erum við að vortexa. Og eftir það fór þetta í vortex adapter í 10 mínútur sem að hristir upp sýnin og nærði öllu af veggjónum í Eppendorf-túbunum. Og hér eru fínu sýnin okkar eftir það. Síðan tókum við 400 mikrolítra af þessu sýni, þessast græna vökvanum, og settum í 1,5 millilitra Eppendorf-túbur, nýjar túbur. Og við það bættum við 200 mikrolítrum af 72 við bæði sýnin. Og eftir það fór þetta á vortexin til að blanda þessu aðeins saman. Þetta eru að sína fínu sýnin okkar. Já, fór á vortexin smá tíma og svo var þetta sett í MB Spin tæki. Þarna eru sýnin okkar og þegar það var búið þá myndar svona rak og vökvinn var aðskilinn frá og það var vökvinn sem við erum að leitast eftir. Þannig tókum 400 mikrolítra af því, eiginlega bara öllum vökvanum, settum í aðrar Eppendorf-túbur og við náðum eiginlega nánast öllum vökvanum þarna úr. Og svo hentum við bara í rauninni túbanum með rakinu í því að það var bara, við varum búin að nota það í rauninni. Þegar við varum búin að því að settum við 500 mikrolítra APP buffer út í bæði sýnin. Það fór síðan á vortexin í 3-5 sekundur, cirka bát. Eftir það færðum við sýnin okkar í rauninni túbur sem kallast MB Spin Column túbur sem hafa svona filter sem að í rauninni við notum til þess að sía DNA-ið út frá í rauninni vökvanum. Og við settum þetta í þessar túbur og síðan beint í MB Spin tækið í 1 mínútu og eftir það helltum við vökvanum sem myndaðist í botninn úr túbunni og settum filterinn, túbufilterinn í aðra túbu. Settum 650 mikrolítra af einum buffer úti og það fór síðan aftur í MB Spin tækið. Og það myndaði síðan aftur svona vökva sem að við rauninni þá helltum bara úr og síðan settum við 650 mikrolítra af 2 buffer úti og það er sama sagan, við settum það síðan í spintækið í 1 mínútu og það sigtaðist í gegnum filterinn og það myndaði aftur svona vökva sem að við í rauninni helltum úr og hérna erum við að hella því úr og þegar það var komið þá settum við þetta í nýjar túbur og þegar það var komið þá settum við 50 mikrolítra af EB buffer úti. Það fyrir síðan aftur í spintækið og þá í rauninni vorum við bara komið með DNA-ið í filterinn, þennan hvíta og við lokuðum bara túbanum. Hérna erum við að sýna fínu sýnin okkar og hérna eru sýnin okkar, þau fóru í kælingu og svo fóru þau í magnmælingu og hérna er fyrsta sýnin okkar og hérna er hitt. Við fórum að græja blöndu á mastermixi og multiplexi og hérna eru efnin
og hérna þau. Við erum að sýna F-vísin, R-vísin, bufferinn, takkpólimerasinn. Við byrjum að taka 10 mikrolítra af 10 sinnum buffer eða 10x buffer. Settum það í eina túbu og eftir það tókum við 2 mikrolítra af DNTP. Síðan tókum við 2 mikrolítra af 10 mikrolítra F-vísi og eitt sýni okkar var með í rauninni 16S og annað sýni okkar var með 16S og grænukornapörum. Hérna erum við að taka R-vísin, setja hann í túbuna og hérna grænukornapörin okkar. Við notum A50272 og B49873. Pörin. Hérna erum við að pípetta þau og í sýnið og 2 hjá okkur og svo tökum við 1 mikrolítra af sýni, bætum því við síðan var sett 81,5 mikrolítra af vatni í bæði sýnin og þegar það var komið þá settum við síðasta efnið sem var takkpólimerasinn. Hérna erum við að setja takkpólimerasinn og þetta er mjög lítil eining af efninu og við þurfum að fara rosa sparlega og varlega með þetta því að þetta er dýrt efni. Hérna erum við að ströggla við að setja efnið ofan í að þetta er svo lítið magn. En við náðum því og svo pípettum við 1 mikrolítra af sýni og 24 mikrolítra af mastermixi í hvern brunn fyrir sig og við vorum sem sagt með 6 brunna. Fyrsti brunnurinn okkar var blank, svo var fyrsta sýnið í næstu 2, svo var annar blank og svo sýnið 2 í hinum 2 og í blankinn settum við vatn á móti og það kemur hérna. Hérna erum við að sýna frá því að við setjum í rauninni vatn í blank sýnin okkar eða blank brunnana. Svo voru sýnin látin bíða yfir nótt og næsta dag þá græjum við PCR-greininguna og hérna uppsetning af PCR-tæki. Jákvæði rafdrátturinn hægra megin og neikvæði vinstra megin og neikvæða megin setjum við sýnin okkar og þau leita í rauninni áttina að jákvæða. Hérna erum við með efnin, CyberSafe litarefnið, DNA-laturinn og þannig eru sýnin okkar og besta auður var búin að græja fyrir okkur CyberSafe punkta þar sem við pípettum upp og niður með sýni til þess að fá hana lit upp í sýnið okkar til þess að setja það svo í brunnana sem eru í agarosgelinu. Við settum sem sagt í fyrstu 6 brunnana vinstra megin uppi í gelinu og það pípið það bara niður og þegar það var komið þá fórum við að græja ligation efnið. Hérna erum við að græja ligation blöndu sem að virkar pínu eins og svona lím fyrir DNA bútin til að límast inn í rauninni plasmíðið og hérna erum við að nota alls konar efni, við erum að nota sýni, við erum að nota vatn, Cloning Mix 1 og 2 og vektor.
Þegar það var búið að blanda þessu allt saman þá tókum við blönduna úr kælingu og bættum 2 míkrólítrum af því út í 50 míkrólítra af 10 beta E. coli frumum sem að voru í túpunni þarna sem að Kládía heldur á. Sonja að pípa þetta hérna ofan í. Síðan flikka þessu svona aðeins til þess að blanda þessu saman. Þetta fer síðan í kælingu í 20 mínútur og svo fer þetta beint í hitasjokk í 42 gráður í 30 sekundur og svo aftur í kælingu í 5 mínútur. Síðan bætum við út í blönduna 950 míkrólítrum af næringarmiðli sem heitir Neb 10 beta og þetta síðan sett í 37 gráður hitaskáp í klukkustund áður en við dreifum 50 míkrólítrum af efninu eða blöndunni á agardisk og það sett svo í hitaskáp yfir nótt og við biðum bara eftir í rauninni niðurstöðum að eitthvað í rauninni vaxi á agardiskin. Hérna eru sem sagt diskarnir okkar áður en fór í hitaskápinn. Hérna eru niðurstöður úr fyrra rennslinu á PCR-greiningunni og hérna eru seinni niðurstöðunar. Við fengum sem sagt engar niðurstöður í báðum rennslunum.